Komið þið sæl. Skulum byrja því að líta á stóra yfirlitskortið okkar og við sjáum hérna lægðina sem er hérna skammt norðaustur af Hvarfi á Grænlandi og skil hennar eru komin inn á svona suðvestanvert landi í þessum töluðum orðum og þetta er svona slitta rigning sumstaðar við ströndina, snjókoma þegar kemur örlítið hærra upp og svo hlýnar þegar líður á kvöldi en það rignir býsna víða en á móti kemur að það nær því varla á Vestfjörðum þannig að þar verður þetta mest snjókoma og er þá gul viðvörun þar frá því seinna í kvöld og fram eftir nóttu. Hæðin hér yfir Austur-Evrópu og hryggur frá henni svona yfir sunnanverðar Bretlandseyjar og það er eiginlega þess vegna sem að þetta heldur lægðinni hérna að Grænlandi en lægðin sem við sjáum hérna niður í horninu að hún stefnir hins vegar hérna beint á landið á miðvikudag þannig að það er nú stund í hana ennþá en hún svona veldur nú kannski minni usla en það kannski verður til þess að líka mestu hlýindin fara fyrir austan land og það mun þá líklega mesta úrkoma frá henni verður þá í formi snjókomu eða slittu en við sjáum hér að hérna fara skilin yfir þegar að líður svona undir morgun í fyrramáli þannig við tekur þá aftur suðvestanátt og slittuél eða él eins og verið hafa á eftir lægðanum núna síðustu daga en á móti kemur þetta er ekki nærri því eins hvasst og ekki eins mikil él eins og við höfum verið að fá og við sjáum hér í lægðin komið seint annað kvöld hérna suðvestur af landinu og stefnir hérna upp að svona suðaustur ströndinni á miðvikudag. Á hitasviðinu að þá hlýnar nokkuð skart með þessari lægð í kvöld en þetta fer mjög hratt yfir og við sjáum að bláa tungan hún fer varla yfir Vestfjörðin sem einu nemur þannig að þetta hlýnar lítið þar. Það koma töluvert hlýindi með þessari sem kemur á miðvikudaginn en þau munu líklega lenda öll fyrir austanland þannig að það verða frændur okkar í Færeyjum sem líklega fá mestu hlýindi frá henni þá. Ágætlega hlýtt mjög víða í álfunni og óvenju hlýtt í Skandinavíu fyrir árstíman þannig að þetta er hérna svolítið óvenjulegt hvað það varðar en þetta er svona staðan eins og hún er núna að skilin eru komin hérna vel inn á suðvestanvert landið og halda áfram yfir landið í kvöld og svo svona þegar líður á nóttina að þá fara þau hjá og hérna er þetta orðið rigning en aftur á móti kemur gula viðvörun hérna á Vestfjörðum tíma og rennur út klukkan 5 í nótt og hérna er komið hreinlega bara skúra éljaloft og þá léttir til á norðaustur og austurlandi aftur en staðan á hádegi á morgun gæti þá verið þessu lík að það er svona sæmilega bjart sérstaklega hérna á Austurlandi og jafnvel austan til á Suðausturlandi eins og Höfn í Hornafirði og þar verður ennþá svona 2 til 4 stiga hiti en hins vegar svona nálægt frostmarki og éljagangur hérna á Suður- og Vesturlandi sérstaklega. Þróunin síðan áfram til miðvikudags er að það er eins og áður segir þá kemur lægðin hún svona býsna nálægt þetta eru svona bakkar sem koma hérna inn en síðan á hádegi á miðvikudag þá sjáum við hér orðið í skilin hérna sunnan til og þetta verður eins og áður segir mest slitta snjókoma og líklega nær þetta kannski að verða rigning eins og í Vestmannaeyjum og Hornafirði en á Kirkjubæjarklaustri er gert ráð fyrir að það geti snjóað og það verður svona úrkomublettir mest allt land á miðvikudag. Síðan er þá þróunin yfir til fimmtudags að hún nuddast hérna yfir austanvert landi en það styttir þá upp suðvestan og vestanlands sérstaklega en svo er þetta svona á fimmtudagsmorgunin þá er víða einhver úrkoma á landinu norðaustanstrengurinn liggur hérna við norðausturströndina þannig að þetta er svona í kaldari kantinum og þetta er svona úrkoma sem fellur yfirleitt í slittu eða snjókomuformi og það sama er að segja söguna þessu litla bandi hérna suðvestan til að þetta er svona nálægt frostmarki að það má alveg búast við að þetta verði svona í einhverju svona slittu snjókomuformi líka nema þá kannski einna helst í Vestmannaeyjum sem verður örlítið hlýrra og svo Hornafirði ef að þessi vestanátt nær að gera sig gildandi þar þá eru þeir svona með einna bjartasta veðrið. Ef við lítum svo eldsnögt yfir á föstudag þá er ekkert stórkostlega breytingar, þetta er nú frekar hægur vindur víðast hvar en aftur á móti er úrkoma nokkuð víða og hitinn áfram svona nálægt frostmarki þannig að þetta er nú ekkert svona til að hrópa húrra fyrir en þetta er ágætis veður fyrir hluta marsmánaðar. En ef við förum síðan yfir til Evrópu þá er talsverð úrkoma hérna við Noregsstrendur vestan til og mjög hlýtt. Hæðin situr hér yfir austanverði Evrópu og orðið svona vel bjart hérna sunnan til í álfunni og skúraleiðingarnar hérna innanlega í Miðjarðarhafinu hafa nú minnkað töluvert mikið en hins vegar er ennþá töluverðar skúraleiðingar á Íberíuskaganum og þar sem það er hitt að geta hellt nokkuð duglega úr sér. En hitinn svona allt í lagi miðað við að vera með þessa úrkomu svona 15 til 20 stig mjög víða
En á Kanarí hins vegar, það áfram gert ráð fyrir að verði nokkuð skúrakennt þar á morgun og það nú varla að sjá að hitinn fari yfir 20 stig þar, þannig að það þykir nú svona í svalari kantinum. En ef við lítum síðan vestur hafa, þá hérna lægð yfir sléttunum miklu og nokkuð úrkomusamt belti sem að liggur svona skilin hennar liggja hérna suður og suður í Mexíkóflóa og hitinn svona kannski rúmlega 20 stig hérna sunnan til, en ágætlega milt orðið núna með austurströndinni. En svo einhverjar skúraleiðingar með vesturströndin og hitinn svona kannski ekki, það þarf að fara suður undir og suður fyrir líklega Los Angeles til að komast yfir 20 stig þar. En við skulum láta þetta gott heita í bili og verið sæl.